Þegar ég var 9 ára gömul þá dó afi minn úr krabbameini, hann var með magakrabbamein og ég man eftir ömmu þegar að reyna alltaf að finna einhvern mat og búa til krúska handa honum, eitthvað sem hann geti borðað. Ég man þetta mjög vel. Síðan fór ég mjög ofta á spítalan að heimsækja hann, á Landspítalann og þar ákvaði ég að ég ætlaði að verða hjúkrunarkona eins og þessa konu sem var að hugsa um hann. Og síðan lærði ég hjúkrun og hef hjúkrað mörgum krabbameinssjúklingum. Og síðan veiktist mamma mín fekk krabbamein 2016 og dó 3 mánuðum eftir að hún greindist. Ég sjálf veiktist fyrir jólin 2015 og var í lyfjameðferð leið og mamma var á dánarbeði. Sko þegar ég greindist þá var ég búin að vera lasin svolítinn tíma og svo greinist ég og ég man að því að beið fyrir framan að var á læknastofunni eftir að hitta blóðsjúkdómalækni, þá var mér svo óglatt að lága ég kastaði upp af kvíða. Ég kveið svo rosalega fyrir. Svo fekk ég þessa greiningu að það væri þannig eitthvað í blóðinu og ég man að ég varð alveg ofboðslega hrædd og hélt bara að ég var að deyja og ekkert langt eftir og tilkynnti börnunum það og vissi svo lítið sjúkdóminn, vissi svo lítið hvað var að mér. Mér fannst þetta flókið mál og en svo skýrðist þetta nú allt sem smá saman. Í dag er ég ekki með neitt kvíða, alveg róleg. Sko það sem ég geri fyrir sjálfa mig, það er náttúrulega að hugsa vel um mig, að sofa vel og borða hollan og góða mat og reyna að hreyfa mig svona eins og ég get. En svo er eitt sem ég kannski vil nefna sem að veitir mér ákveð öryggi, það er að ég er búin að vera allan tíman, alltaf á 3 mánaða fresti í eftirliti á Landspítala. Það tekin blóðprufa og það er kannað hvernig blóðið er og það veitir mér svona ákveð öryggi, það veit ég alltaf að það er allt í lagi. Þannig að ég get alltaf haldið mér bara góðri sko, verið kátt og glöð og stundum hefur þurft að setja mig á lyf og svo lækka gildin, það hætti að taka lyfin en ég er búin að vera í þessu núna síðan í bráðum 9 ár. Ég kann betur að meta lífið, ég finn fyrir svo miklu þakklæti og bara hugsa meira að lifa í núinu, vera núna. Ég veit ekkert hvað er á morgun eða það skiptir ekki máli fyrir ná morgun. Ég þarf að hafa svolítið fyrir því að vera alltaf bjartsýn, vera jákvæð, reyna að vera, ég er alltaf góð, ég er aldrei í vondu skapi, ég er aldrei í fílu eða neitt svoleiðis. Bara reyna að vera skemmtileg sem ég held ég sé bara stundum sko. Gera grína sjálfur mér svolítið og þannig að og síðan er ég búin að vera á fundum næstum einu sinni í mánuði með öðrum í sjúklingahópi sem hefur hjálpað mér mjög mikið. Ég er aldrei sár eða reið eða bitur en mér líður rosalega vel og ég er allir góðu við mig og ég er bara mjög sátt. Það fengi mjög góða þjónustu alls staðar og bara á gott bakland og er hamingjusöm. Þetta er sagan mín, en hún er ein af fjölmörgum. Kaupum bleiku slaufuna, Krabbameinsfélagið.